Takk fyrir og komið þið sæl. Ég gerum stundum grín að því að ég tolli hvergi í vinnu með þann feril sem ég á baki en hef komið einmitt að lífeyrismálum í gegnum tíðina frá ýmsum vettvangi. Má náttúrulega segja að ég sé alinn upp í lífeyrisumræðu í gegnum föður minn sem hafði alla tíð mikinn áhuga á málaflokknum. Ég áttaði mig á því að lífeyriskerfið jafngamalt mér, fætt 1969, en verða hans gamalt. En sjálfur kom ég síðan að lífeyrismálum auðvitað í störfum mínum hjá Samtökum atvinnulífsins, sat í stjórn Gildis og hef raunverulega alla tíð haft mjög mikinn áhuga á lífeyrismálum og segja svo sem bara hreint út. Mér alltaf þótt svolítið leiðilegt hvað umræðan lífeyrismál hér á landi allavega svona getum við sagt í opinberu umræðunni eða getur verið neikvæð. Því að einmitt eins og Þóri kom hérna inn á, við getum verið stolt af kerfin okkar þegar við horfum á það í alþjóðlegum samanburði og alveg ótrúlega framsýni þegar horft tilbaka yfir þennan þó ekki lengri tíma hvað okkur hefur tekist að byggja upp hér alveg einstakt og gott kerfi og sem að þetta skiptir mestu máli tryggir þá okkur sem til þess leggjum lífeyri á efri árunum og við sjáum að staða fólks, við dæmum gjarnan kerfið af reynslusögum þeirra sem að getum við sagt ekki störfuðu í fullburða lífeyriskerfi. Það raun og veru kannski ekki fyrir nefnitt með minni kynslóð sem að við erum að sjá fólk koma á eftirlaun. Ég mun vera þá væntanlega í hópi þeirra sem að koma með þeim svona fyrstu í sæmilega fullmótuðu lífeyriskerfi á eftirlaun, hafandi greitt meirum en alla mína starfsævi til þess. Og það í sjálfu sér tileinkunarefni að sjá hversu góð lífeyrisréttindi hægt að byggja upp í því. Mér fannst gaman að sjá, ætlaði nú svona reyna að spanna þetta aðeins eins og við segjum á breiðunótunum og segi gætan við tölum einmitt ekki nógu mikið lífeyri og við tölum ekki nógu snemma lífeyri og mér finnst ánægjulegt að sjá að hér verið að tala starfslokastefnu líka. Við erum með frábæran mannauðsstjóra, Helgu Fjólu Sæmundsdóttur sem ætlaði að vera með okkur í dag en svo fréttum ég ætlaði að tala þannig að hún hætti við. En alveg búin að fá nóg á hóstýrunum en hún hefur einmitt verið að móta hjá okkur starfslokastefnu og þar tölum við meðal annars lífeyrismál og reynum að byrja svolítið snemma en við erum samt ekki að tala það fyrir upp úr 60 sem við erum að eiga þó samtöl við starfsfólk hvernig lífeyris uppbyggingin og svo framvegis og það raun og veru allt of seint. Við erum að tala þetta þegar við erum að ráða unga fólkið inn í fyrsta skipti. Hvað þið að gera, hvernig ætlið þið að byggja upp ykkar lífeyri, hvenær viljið þið hætta? En gárum þetta svo sem í okkar félögum tala starfslokastefnun okkar sem lífslokastefnu og það kannski lýsir svolítið viðhorfið þeirrar kynslóðar til vinnu. En það annar mál. En það skiptir rosalega miklu máli að byrja strax og það skiptir máli hvernig við spörum og við eigum einmitt að skipuleggja starfslokin okkar í upphafi starfsferilsins og þurfum að ræða þetta miklu meira með starfsfólkin okkar. Og við horfum, fyrir nördan í þessar umræðu náttúrulega rosalega mikið deilt það á endanum hvað fyrsta stoð lífeyriskerfisins og hver önnur. Mín hugsun hefur alltaf verið svo að samtryggingin eiginlega fyrir löngu orðin fyrsta stoðin. Það grunnurinn að kerfinu okkar. Það skyldu lífeyristryggingin okkar sem við þá öll sem erum á vinnumarkaði erum að greiða til og mun á endanum standa undir langstærstum hluta okkar lífeyris þegar fram í sækir. En auðvitað út frá svona kannski opinber skilgreiningu lítum við á almannatryggingar sem fyrstu stoð, samtrygginguna síðan og séreignina að því loknu. Þá hinn valkvæða sparnað. Og þarna verður oft mjög heit umræða. Þetta samspil milli almannatrygginga og samtryggingar. Þessar tekjuskerðingar þá almannatryggingana á móti tekjum okkar út úr samtryggingunni. En sem þetta á endanum bara jöfnunartækið okkar. Við erum að reyna að tryggja fólki ákveðið lágmark en eftir því sem okkar eigin sparnaður dugir betur til að það minnka tekjur okkar úr almannatryggingunum sem að í samfélagslegu kerfi í mínu viti bara fullkomlega eðlilegt. Almannatryggingakerfi og lífeyriskerfi var okkur alveg gríðarlega dýrt ef það væri engin skerðing í því og þrátt fyrir kannski umræðuna hið gagnstæða þá hefur almannatryggingakerfið okkar eiginlega frá upphafi þar sem
í samlífi sínu með lífeyriskerfi falið í sér tekjuskerðingar á móti öðrum lífeyristekjum. Og þetta er jöfnuðartæki en ekki grunn lífeyristryggingartæki. Við erum ekki að reyna að veita öllum íbúum landsins grunnlífeyri, heldur fyrst og fremst að tryggja þeim sem ekki eiga nægan sparnað einhver eðlilega framfærslu. Og svo getum við endalaust deilt það hvort að hún sé næg eða ekki, en þetta hefur svona verið hugsunin hérna bakvið. Og í dag erum við þá að spara alltaf 22% af laununum okkar á mánuði í lífeyrissparnað. 15,5% er þá samtryggingin orðin gegnumgangandi yfir allan vinnumarkaðinn. Almenni vinnumarkaðurinn samdi það fyrir áratug eða svo að hækka þá framlagið úr því sem þá var 12% í 15,5% til þess að jafna lífeyrissöfnunina við opinbera kerfið. Og það er orðið langt síðan að við sömdum sértrygginguna, viðbóta lífeyrissparnaðinn sem að séreignina sem að getur verið alltaf 6% í til viðbótar. Og svo eru auðvitað með alls kyns útfærslur á þessu kerfi. Það er 15,5% er ekki nauðsynlega alltaf í samtryggingu. Við erum með almenna lífeyrissjóðinn sem býður upp á annars konar fyrirkomulag á því og aðra sjóði. Þannig að það eru einhverjar útfærslur þarna á milli, en þetta er svona grunn útlitið á þessu. Og það sem við sjáum í raun og veru hvernig þessi kerfi virka saman, að þá sjáum við þarna súluritið sem að byrjar þarna þá í heildarlífeyri býr 1, og þá sjáum við að hægt og rólega með hækkandi tekjum, það er þá greiðslur úr samtryggingarhluta og almannatryggingarhluta og svo séreigninni, og hægt og rólega eyðist þá almannatryggingarhlutin út eftir því sem aðrar tekjur okkar koma til. Þannig að við erum að sjá við þarna heildarlífeyri einstakling sem býr 1 með maka og svo heimilisuppbótina, og við höfum vissulega tekjur frá almannatryggingunni með hækkandi lífeyristekjum úr okkar eigin sparnaði, en það er fasast þá út eins og sjáum þarna þessari myndi liðlega 700.000 króna mánaðarlaunum. Þannig að þarna sjáum við bara hvernig samspilið er hugsað og hefur í sjálfu sér alla tíð verið. Nú, hvað vinnst með greiðslu lífeyris? Þetta finnst mér gríðarlega mikilvægt að eiga samtali við einmitt starfsfólk. Af hverju erum við að þessu, hvað skiptir máli og af hverju skiptir máli hvernig við spörum. Samtryggingarkerfið okkar er lífeyri til æviloka. Þetta er ekki sjóður sem við getum tæmt. Ef ég verður 120 ára, ég segir þetta hættulegasti starfstitill í heimi, er elsti maður heims, tilhneigingu til að deyja, en það er við tæmum aldrei samtryggingarsjóðinn okkar. Hann er ætlaður og honum er skipt út frá lífstöngum okkar og dreift, en á móti auðvitað er hann ekki erfanlegur. Það er makalífeyrir vissulega tímabundinn inn í því kerfi, en þetta er til þess að tryggja okkur framfærslu eins lengi og við lifum, óháð því í raun og veru á endanum hvort að við greiddum allt inn í hann. Ef við verðum mjög langlíf, þá erum við í gróða, getum við sagt. Ef við erum skamlifa, þá erum við í tapi. Nú, séreignarsjóðurinn okkar er eins og okkur. Það er okkar eigin sparnaður, hann erfist og hvernig við spilum þessu saman skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli. Það er líka bara mjög gott fyrir fólk að horfa til örorku- og barnalífeyris í þessum kerfum. Það er alveg ástæða fyrir því að verkalýðshreyfingin hefur viljað halda örorkulífeyrnum innan almenna lífeyriskerfisins. Það tryggir mun betri örorkulífeyri heldur en almannatryggingar gera alla jafna. Og þar erum við þá í raun og veru, þetta er eins konar sjúkdómatrygging eða ígildi hennar sem við erum að greiða til lífeyriskerfisins með þessu fyrirkomulagi. Við tryggjum það ef að við heltumst úr lestinni tiltölulega snemma á starfshæfi okkar af einhverjum óviðráðanlegum orsökum, að þá er okkur tryggð framfærsla og lífeyris ávinnslana áfram inn á ellilífeyri í gegnum eðlilega starfshæfi. Maka- og barnalífeyrir er greiddur þá við fráfall sjóðfélaga, og svo þetta er þá hafa lífeyrissjóðirnir veitt líka hagstæð lán í gegnum tíðina til sjóðfélaga og eru orðin ansi stór þáttur í sérstaklega húsnæðisfjármögnun landsmanna þessu síðustu árin eða áratugina.
Nú, hvað ræður lífeyrissparnaðinum okkar? Áður en við hækkuðum úr 12 í 15,5 þá var gjarnan talað það að 12% væri að skila okkur í 40 ára starfsævi, 56% meðaltekjum okkar í lífeyri þegar við ljúkum störfum. Með því að fara í 15,5 þá erum við komið með þessa samtryggingar ávinnslu í það bil 76% af þá meðaltekjum okkar. Þannig að við erum að sjá það að við verðum ekki fyrir mjög miklu tekjufalli við það að hætta að vinna bara því einu. Ef við tökum síðan saman með því séreignarsparnaðinn okkar, þá erum við komin í nægjanleika vel yfir 100%. Ég held að 10 ára gömul skýrsla sem unnin var með samstarfi við OECD mældi meðaltali þá í 103%. Þegar við tókum saman almannatryggingar, samtrygginguna og séreignarhlutann, þá værum við að jafna því að tryggja fólki réttliðlega 100% meðal tekna sinna að lokinni starfsævinni og þetta hlutfall fer þá hækkandi í dag. Þannig að ég myndi ætla að ungur einstaklingur í dag mun í raun og veru með öllum þessum sparnaði tryggja sér í raun og veru yfir hærri tekjur heldur að við höfum að meðaltali. Við verðum að hafa það í huga að tekjur okkar hafa tilhengu til þess að hækka talsvert yfir starfsævina, þannig að meðaltali segir ekki alla söguna. En við erum að tryggja okkur samt sem að það er mjög góðar tekjur þá á efri árunum og þess vegna hefur þetta líka skiptir máli hvernig ætlum við að nýta eins og þegar kemur að séreigninni. Við höfum miklu meiri fjárþörf á fyrstu árum eftirlauna heldur en kannski á þeim síðustu, þannig að þar kemur séreignarsparnaður mjög skemmtilega inn að við getum valið að taka þann sparnað út hratt. En upphæðin ræðst sem þetta þá bara fjárhæð þeirra gjalda sem við greiddum, auðvitað ávöxtun sjóðsins og lífslíkum okkar, skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli í þá réttindasamhenginu í heild, verið að endurmeta þá inneign okkar hjá sjóðunum eða sem réttinda okkar hjá sjóðunum, öllum stundum út frá lífslíkum og hvernig þær eru að breytast frá einu tímabili til annars, af því að við erum auðvitað að lofa öllum sjóðfélögum sama lofur og við viljum ekki vera með tilfærslu á milli kynslóða. Við viljum ekki að ungt fólk eigi að gjalda fyrir of ríkuleg lífeyrisréttindi þeirra sem nú eru á lífeyri eða öfugt, að það sé verið að greiða of mikið í dag sem muni þá verða á kostnað yngri kynslóða síðar. Þannig að þetta jafnvægi skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli. En stóra málið eru auðvitað þessar verðtryggðu mánaðarlegu greiðslur sem ekki klárast. Hún er svo sem búin að fara aðeins yfir þetta en eins og segja, örorkulífeyririnn miðast á við þá þetta þegar áunnin réttindi, en hann tryggir líka þá áframhaldandi réttinda ávinnslu til þá 65 ára aldurs þegar eftirlaun taka við og mikilvægt að huga því að þetta örorkulífeyrir lífeyrissjóða tekur mið eins og við komum inn á tekjuöflun fyrir fullvinnandi og því yfirleitt mun betri heldur lífeyrir almannatrygginganna. Og barnalífeyririnn kemur þarna líka inn til að minnsta 18 ára aldurs barns. Makalífeyrir tímabundinn til eftirlifandi maka við andlát sjóðfélaga. Eitt sem til dæmis held að sé allt og lítið rætt í íslenska lífeyriskerfinu er líka réttur okkar til þess að skipta lífeyri milli maka. Ef það er verulegur munur á lífeyrisréttindum hjóna eða maka, þá er þetta samtal sem skiptir mjög miklu máli. Viljum við skipta réttindunum okkar þannig að það verði ekki þessi tekjubundna áhætta ef að tekjuða réttinda herri einstaklingur fellur frá. Og í einstaka tilvikum makalífeyrir greiddur lengur og jafn til æviloka en ég held að almenna reglan sé svona 3 ár þar bil sem að þetta á við. Nú, þetta er gott að muna líka hver greiðir. Launþegi greiðir 4% af skyldutryggingunni, vinnuveitandinn þá 11,5% og að lágmarki plús síðan auðvitað þá séreignarsparnaðinn því til viðbótar. Séreignarsparnaðurinn er auðvitað besta ávöxtun sem við getum fengið á peninga því að vinnuveitandi leggur strax fram 2% á móti þá 2% af lágmarksparnaðinum okkar. Þannig að í raun og veru bara við það að ákveða að hefja þennan sparnað fáum við 100% ávöxtun á okkar eigið framlög. Þannig að ég held að ég er alltaf jafn hissa þegar ég horfi á tölur það hversu fáir í raun að nýta sér séreignarsparnað miðað við hversu frábært kerfið þetta er. En auðvitað það veruleiki mjög tekjulegur að hópa að það er ekki möguleiki
En þar sem að það kostur fyrir fólk, þá þetta langbesti sparnaður sem við getum nokkuð tímann bætt við grunnlífeyririnn okkar. Og eins og segja launagreiðandi greiði þá 2% mótframlag á móti lágmarksgreiðslu okkar upp á 2 og við getum lagt alltaf 4% í þá viðbótarlífeyrissparnaðinn sjálf. Það hefur eiginlega verið reglan í kerfinu að þegar samið hefur verið viðbætur að þá hefur það verið með hækkun framlagslaunagreiðenda. Þannig að síðasta hækkun á almenna vinnumarkaðnum til dæmis kom framlag launagreiðenda fór úr 8 í 11,5 og ef ég man rétt svona í árdaga kerfisins var þetta 8% sem voru 4 og 4 og þá sjáum við að það nú alltaf atvinnurekenda hlutin sem hefur hækkað en það sem að mér þykir mikilvægast í þessu almenna kerfi þetta sameiginleg ábyrgð vinnuveitenda og verkalýðshreyfingarinnar í gegnum tíðina þetta samið kerfið á vettvangi þá vinnumarkaðarins, samið það í kjarasamningum og það hefur verið mótað áfram í kjarasamningum í mjög, myndi ég segja, heilt yfir mjög mikilli sátt milli verkalýðshreyfingar og vinnuveitenda. Og ég fann það allavega, þegar ég starfaði hjá Samtökum atvinnulífsins, fann ég svo sterkt bæði frá þá verkalýðshreyfingunni en líka innan hreyfingar atvinnurekenda að aðeinslega taka þessu sameiginlegu ábyrgð sína mjög alvarlega. Og þykir mjög vænt þetta kerfi og eru mjög meðvituð það hversu mikilvægt það fyrir okkur. Þar komum við kannski einmitt að umræðinu þegar farið að tala svona neikvæðri þætti í umræðinni. Það gjarnan talað að kerfið sé svo dýrt. Það kostir svo mikið að reka og við að gagnrýna það að sjóðirnir sé allt of margir og svo mætti áfram telja. Sjóðirnir virkir lífeyrissjóðir í dag séu 20, já. Man veit ekki hvað þeir voru margir þegar mest lét en þeim hefur fækkað 10, sennilega verið í kringum 100 plus fyrir ekkert svo kannski 3 áratugum, 3-4 áratugum síðan. Það hefur verið gríðarlega mikil sameining á þessu sviði, bæði í hagræðingarskyni til þess að draga úr kostnaði við rekstur eða líka bara í áhættudreifingarskyni þess að bara stærri sjóðir geta dreift safnið sínu betur, verið með faglegri stýring og eignum og svo mætti lengi áfram telja. En það sem kannski mestu máli skiptir, það ofboðslega auðvelt að taka þessi 0,19% sem kostar að reka lífeyriskerfið okkar í dag og margfalda það með 150% af landsframleiðslu eða hvað við erum akkurat í augnablikinu í heildaregnum lífeyrissjóðanna og segja þetta kerfi ógeðslega dýrt. Þetta kostar ykkur 10 milljarða að reka þetta. En í alþjóðlegu samhengi það bara mjög ódýrt og það fá ríki sem að státa af jafn lágum hlutfærslegum rekstrarkostnaði. Það mikil ábyrgð að reka lífeyrissjóði í dag. Það gríðarlega skyldur sem á herðar þeirra eru lagðar, mjög mikið regluverk sem fylgist með starfsemi þeirra fjárfestingum að það sé gætt að þeim fjármunum sem þarna eru og það skiptir auðvitað líka gríðarlega miklu máli. Lífeyrissjóðirnir eru framtíðarsparnaður okkar. Við þurfum að geta treyst í að þetta kerfi muni skil okkur ef við erum 25 ára einstaklingur að byrja að greiða í dag. Ég þá að leggja traust mitt á það að eftir 40-45 ár þegar ég hætti störfum verði þessi peningar til. Þannig að það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að þetta sé traust og öruggt kerfi og það það. Og það líka hagkvæmt sem bara mjög jákvætt að sjá. Og raunávöxtunin sem að gjarnan talað líka frá því mann eftir mér í umræðum lífeyrismál hefur verið talað að 3,5% raunávöxtun sé alltaf há og við verðum að lækka þessa tölu og hún sé grundvöllurinn að hái vaxtastigi í landinu og svo mætti áfram telja þessi prósenta ekkert annað heldur en langtíma væntingar okkar ávöxtun kerfisins sem að kerfið hefur staðið undir hingað til og við erum að gera ráð fyrir að muni gera áfram. Ef við myndum að lækka þessa prósentu þá þurftum við að lækka lífeyrisréttindi fólks í dag. Það þá verið að gera ráð fyrir því að kerfið mun ekki skila þeirri prósentu til lengri tíma litið. Þegar uppi staðið í heildaruppgjörinu skiptir auðvitað bara öllu máli hvað ávöxtun skilaði kerfið. Það náttúrulega annars verið að leiðrétta stöðugt lífeyrisréttindi okkar með tilliti til væntinga okkar framtíðarávöxtun en síðan á endanum líka bara raunávöxtun kerfisins frá ári til árs. Þannig að kerfinu ber skylda til þess að leiðrétta lífeyrin út frá þessum sjónarmiðum. En kerfið hefur skilað 3,5% meðaltali og rúmlega þá meira þess að þrátt fyrir hrun. Það tók hreint ekki svo langa tíma fyrir kerfið að rétta sig eftir hrunið
miðað við alvarleika þess og sínum tíma og ég held að niðurstaðan af hruninu miðað við allt sem hér gekk á hafi nú verið hversu traust kerfið í raun og veru var, hversu miklir varnaglar voru í því og hversu í raun lítið tjón lífeyrissjóðanna var miðað við það sem hér gekk á. Það var búið þó allavega að tryggja lágmarks áhættudreifingu eigna sem þýddi það að eignir sjóðanna þurrkuðust bara hreinlega ekki upp þegar landið fór svona nánast í þrot. Er kerfið ómögulegt? Ég held að við erum búin að svara þessari spurningu ágætlega en eins og komið var inn á hér bara strax í upphafi hjá Þóri, við erum í öðru sæti í alþjóðlegum samanburði. Það hefur alla tíð sem ég hef fylgst með lífeyrismálum alþjóðavísu líka verið bara mjög gaman að ræða íslenska lífeyriskerfi við í samanburði við önnur. Við þekkjum umræðu annarra landa þar sem að fólk reiðir sig að stórum hluta eða nær öllu leyti á opinberar greiðslur í gegnum streymiskerfum, það sem ekki hefur verið þá lagt til hliðar, að þetta er pólitísk ákvörðun frá einu tímabili til annars hvað er hægt að greiða í lífeyri, hvenær á að fara á eftirlaun og svo framvegis. Við höfum byggt okkur kerfi þar sem við stýrum þessu sjálf, þar sem þetta er sparnaðurinn okkar sem stendur undir kerfinu, stendur undir lífeyrisréttindunum okkar og á endanum ræður því hvenær við getum þá valið að hætta að vinna. Það er ekki pólitísk ákvörðun stjórnvalda á hverjum tíma. Og það skiptir í mínum huga gríðarlega miklu máli, þannig að vandar ég aðeins hlupin yfir tíma og best fólks á því, en í hnotskurn við erum með sjálfbært kerfi, nægjanleiki lífeyrissparnaður okkar er hár í öllum alþjóðlegum samanburði, traust kerfisins er gott og mikið og ég segja nú aftur, mér finnst aðdáðunarverð forsjálfni sem fólst í þeim ákvörðunum sem teknar voru hér fyrir fjölmörgum áratugum það sem að getur sett hornsteinarnir að þessu kerfi voru lagður og hvernig það hefur verið spilað úr og það hefur verið byggt upp frá þeim og við höfum verið stolt af því. Það er virkilega gaman að sjá hversu vel hefur tekist til. Takk hérlega fyrir mig.